Nýtum allt og spörum. Nettó stuðlar að minni sóun og býður stigvaxandi afslátt af vörum sem nálgast síðasta söludag. Hugsum vel jörðina, við eigum bara eina. Nettó. Samúel Alfreðsson 82 ára og býr í Grindavík. Hann hefur búið þar síðan miðjan 8. áratuginn. Hann var áður bóndi norður á Ströndum en þegar hann flutti til Grindavíkur fékk hann vinnu í frystihúsi en gerðist síðar bílstjóri og ók olíubíl sem meðal annars var tíður gestur við Grindavíkurhöfn til að dæla eldsneyti á flotann. Samúel var á olíubílum þar til hann var 70 en þá settist hann í helgan stein. Hann hefur hins vegar ekki setið auðum höndum því eftir að hann flutti til Grindavíkur þá hefur Þorbjarnarfell eða Þorbjörn eins og heimamenn kalla hann dregið Samúel til sín. Hann hóf fyrir mörgum árum að ganga á fjalli sér til heilsubótar og líkamsræktar. Við hittum Samúel þegar hann var að koma niður á fjallinu nú í vikunni. Það er nú sagt að allt sé fertugum fært en þú út 2 sinnum það? Rúmlega það. Hvað fékk þig til að fara að ganga á Þorbjörn? Já, það sem fékk mig til að fara að ganga voru 2 vinkonur mínar í Keflavík. Það er Björg og Sigrún Ólafsdætur fyrir þó nokkrum árum. Og ég eiginlega þakka þeim hvað ég hefur góða heilsu. Verður þetta eitthvað fíkn að príla upp þetta fjall? Nei, það verður ekki fíkn. Það er bara, maður hefur ánægja á lífinu og reynir að halda skrokkhelvítinu gangandi. Ertu búin að stunda þetta lengi? Það er nú langt, þá nokkuð sinni byrjaði að labba á Þorbjörn en hér áður fór maður að sumrinu og valdi sólardag en nú fer maður í alls konar veðrum. Hvernig er besta veðrið til þess að klífa fjöll? Já, það er sólarlaust hægviðri. Dagar eins og í dag, svona bjartur en kaldur, er þetta gott klifurveður? Þetta er mjög góður dagur, mjög góður. Hvað ertu lengi að fara upp fjallið? Ég er frá bíl og að bíl ef ég fer upp að gestabókinni þá er ég 40 mínútur svona í hægviðri, 50 mínútur ef ég fer upp að möstrónum sem ég ger nú stundum. Þú segir að þú áttir þessar vinkonur í Keflavík sem komuður út í þetta, en var heilsan eitthvað slæm svona þegar þú ákvaðst að byrja? Nei, maður var þá að vinnu aldrei og ég reyndar hafði nú alltaf gaman að fara upp á fjöll meðan maður var í búskap norður á Ströndum en maður fór það ekki nema væri erindi smalamennskur eða eitthvað þess konar. En þú ert alls ekkert einn á fjallinu, það er svolítið traffík hérna upp og niður? Það er oft hellingstraffík. Það er oft góðum dögum og sumrinum helgar, kannski 20 upp í 30 manns. Er þetta Íslendingar eða útlendingar, veistu það? Já, núna hefði skrifað í gestabókin þegar ég kom upp var nýsjálenskt par. Það er þó nokkuð útlendingum búin að vera á þessu ári. Ertu að fara þetta í flestum öðrum? Nei, ég segi það nú ekki. Svona kallar skoti á nýræðisaldri, hann fyrir nú ekki hvaða veðri sem er. Hvernig ertu búinn? Ertu búinn að fá þér góða gönguskó og ertu að nota stafi? Ég nota alltaf stafi upp. Og ég var nú svo heppinn að hitta hennar Laufeyju vinkonu mín og hennar mann nokkur fyrir jól. Þau voru að fara út úr bílnum og ég sá undir iljar þeirra, þau voru á broddum og ég fór daginn eftir inn í útilíf og keypti brodda. Og það munar það? Já, í harðfenni og ef það er hálka, það er þvílík öryggistilfinning að hafa ekki tugað að þessu fyrr. Ertu yfirleitt samt að fara einn sjálfur upp eða ertu eitthvað að draga fólk með þér? Ég er oftast bara einn. Ég er bara ánægður með sjálfum mér. Hvað, ertu að hugleiða eitthvað á leiðinu upp eða ertu með tónlist í eyrunum eða hvernig er það? Nei, ég er ekki með tónlist í eyrunum. Ef að allavega á sumrinu þá vil nú heldur hlusta bara fuglana og svoleiðis. Nei, ég er aldrei með tónlist í eyrunum. En þetta er svona góðu tími til þess að vera rauninni einn með sjálfum sér og hugsa bara daginn og veginn. Já, eða bara hugsa ekki neitt. Það er einfaldast. Aðalega hugsa það að komast heill niður aftur. Já, ég lenti nú í því í haust á auðum vegi að strauja götuna aðeins með andlitinu og það var ekki gott.
en ég var óbrotinn. En þú ert meðvitaður um að það eru hættur við hvert fótmál. Já, ég hef farið gætilega síðan. En þú ert ekkert að stunda ykkur aðra líkamsrækt? Ertu eitthvað að fara í líkamsræktina í Grindavík? Nei, ég fer bara, við gamlingarnir megum labba í hópinu frá 6 á morgnana og ég mæti þar yfirleitt 6 leytið til þess að, svona til öryggis, eða skildi nú ekki vera veður til að hreyfa sig upp á Þorbjörni. Og labbar það mikið þar? Já, ég labba svona hálftíma, 40 mínútur. En hvað er þetta, veistu hvað þetta er að gefa þér? Hvað ert að brenna og annað slíkt í þessari hreyfingu? Ég hef ekki hugmynd um það. Ég veit bara að ég er ekki með ístru og vil ekki vera með ístru. Ertu að borða vel fyrir svona ferð? Eða hvernig hugar að mataræði? Nei, ég borða bara helst gamlan íslenskan mat, feita bringukolla og svoleiðis. Það er tími til þess núna á þorranum? Já, mjög góður tími.